Ein stoðin eru þarfirnar og það geta þá verið þarfir skógræktargeirans, það geta verið þarfir almennings eða stjórnvalda fyrir þá þekkingu sem þarf að afla. Og önnur stoðin er fjármagn og það er, svo sem við vitum það kostar allt peninga, hvort sem að það er að gróðursetja plönturnar eða mæla þær eða reikna út. Og þriðja stoðin, og það er áhugi. Það er áhugi vísindamanna, það er áhugi sem að býr í því fólki sem er að rannsaka og það er sá mannauður sem við höfum þar að skipa. Bestu rannsóknirnar og mestan árangurinn hann næst þegar við höfum þar allar þessar þrjár stoðir. Ef við höfum bara tvær, getum við svona með vandvirkni, þau okkar sem allavega eru betri en ég í jafnvægislistinni kannski, haldið einhverju jafnvægi, en það fer náttúrulega tími og orka í það, þannig að það fer kannski minna í rannsóknar. En ef eingöngu ein stoð til staðar, að þá þarf nú viðkomandi held ég að vera ansi slingur í jafnvægislistinni til þess að geta gert eitthvað annað heldur en að detta fram fyrir sig, eða aftur fyrir sig, ég veit ekki hvort að vera. En hverjar eru þá þarfirnar? Ef að markmiðið er að gera auðlindina verðmætari hratt og örugglega, hverjar eru þá rannsóknarþarfir íslensku skógræktar? Og í raun og veru er þetta svo sem ekkert flókið. Við þurfum að vita hvað við ætlum að gróðursetja, hvaða tegund, hvaða kvæmi og hvar við ætlum að gróðursetja. Við þurfum að vita hvernig við höldum því sem við pótum niður á lífi og hvernig við fáum það til að vaxa sem mest á sem skemmstum tíma. Og svo þurfum við líka að vita hvernig við hirðum skóginn og nýtum hann þannig að auðlindin skili sem mestum arði. Og eins og fram hefur komið, þá má ég reyna segja að fyrsti punkturinn hann hefur verið svona rauði þráðurinn í rannsóknarstarfi Mógilsar og Hraupara. Og eins og Aðalsteinn minntist á að rannsóknir á tegundum og kvæmum þetta voru einræðar á fyrstu árum stöðarinnar. En þrátt fyrir það liggur það sem fyrir að kvæmarannsóknunum á algengustu tegundum sem við erum að nota, þá er þessari vinnu engan veginn lokið. Og það er alveg fyrirséð að kvæma- og tegundarannsóknir verða áfram mikilvægur hluti af rannsóknarstarfi í skógrækt á Íslandi. Þetta er ekki síst vegna breyttra aðstæðna. Hlýnun loftslags kallar til dæmis á stöðugt endurmat á þeim efnivið sem við ræktum hér á landi. Því eins og Þröstur bendir á að þau tré sem við erum að gróðursetja í dag, loftslagið þau verður allt öðruvísi eftir 50 ár. Og það er það akkúrat loftslag sem hentar þeim trjám sem við erum að gróðursetja í dag. Þetta sem ég segi, þetta kallar á stöðugt endurmat, bæði með því að velja úrvalseinstaklinga af þeim tegundum sem við erum þegar að nota og auk þess þá þurfum við að prófa nýja tegundir. Nú hann Brynjar Skúlason mun segja okkur hérna á eftir, frekar frá þeirri vinnu, bæði sem að hefur verið unnin og eins eitthvað af því sem að hann sér fyrir sig að sé framundan þegar kemur að kynbótum trjáa. Þetta tengist eins og ég minntist á mikið veðurfari og það var nauðsynlegt að reyna að átta sig á því hvernig við sjáum fyrir okkur að veðurfari muni breytast. Og við munum eftir hádegi mitt heyra hvernig spálíkönum veðurför framtíðar geta gefið okkur hugmynd gróðurfar og hvernig það er hægt að nota slíka spár breytingar á veðurfari til þess að spá fyrir mögulega framtíðarbreytingar og skiluðum skóg í landinu. Þetta mun að Bjarki tala um. Og slíkar rannsóknir, þær verða eflaust mikilvægt tæki til að hjálpa okkur við ákvarðanatöku þegar kemur að því að velja tegundir og kvæmi. Björnin er hins vegar ekkert unnin þó að búið sé að velja álitlega nú réttan efnivið. Það að fá plöntuna að lifa af, í oft mjög andstyggilegu íslensku umhverfi, það getur einst þrautin þyngri eins og við flest könnust við. Fyrir tré er svo sem ekkert frýnilegt að vera troðið niður í næringarsnauða íslenska jörð, þar sem óblíð veðráttan er ekkert lamb til að leika sér við. Við þurfum að tryggja gæði skógaplantna. Að plantan sem við erum að fara að gróðursetja, að þetta sé besta plantan sem völ er á, að hún sé rétt fóðruð, að hún sé rétt nestuð í þessa för sem hún er að fara, þessa hættu för. Við þurfum að vanda val á landi til gróðursetningar. Við þurfum að velja staðsetningu plantna innan landsins
Við þurfum að vanda jarðvinnslu, vera með rétta ábyrgðargjöf og það eru fleiri þættir sem skipta miklu máli til þess að allt gangi upp. Það liggur þó nokkuð mikið fyrir rannsóknum og niðurstöðum á áhrifum ýmissa þátta á þrifum plantna fyrstu árin eftir gróðursetningu. Og Jóhanna, hún mun til dæmis tala ræktun aspaskóga í ólíkum landgerðum hér á eftir. Það er hins vegar alveg ljóst að þarna getum við ekki leyft okkur að slá slöku við. Breytt umhverfi, hvort sem það er veðurfar, skordýr, sjúkdómar eða nýjar trjátegundir. Það kalla á stöðugar rannsóknir á þessu sviði. Og því miður verður að segjast þessu að síðustu árum hefur ekki náð að sinna þessu eins vel eins og við hefðum viljað. Og þarna þetta er eitt þeirra rannsóknarsviða í íslenskri skógrækt þar sem þörfin er hvað mest. Og ef að jörðin hendir ekki plöntuna aftur upp á yfirborðið og vindurinn ber hann getur dauða eða kuldinn drepur hana, þá er alveg eins líklegt að komi einhver sjúkdómur eða padda og éta hana. Og þegar ég segi padda þá á ég nú ekki við búfénað, en það má svo sem alveg skoða það líka. Rannsóknir á skaðvöldum og sjúkdómum trjáa hafa verið lengi á Mógilsá. Og það hafa verið unnin rannsóknarverkefni bæði á einstökum skaðvöldum og áhrifum þess á trjátegundir, auk þess sem að heilsufar trjáa er vaktað af sérfræðingum. Og það er gert bæði með því að halda til haga upplýsingum sem koma frá áhugafólki eins og ykkur, og sem við kunnum afskaplega vel að meta, og eins með eigin athugun. Og þau Halldór og Brynja, þau munum hérna eftir, veit okkur nokkra innsýn í sjúkdóma og pödduheimtrjána, en enn og aftur með breyttu veðurfari að þá er hættan þarna sífellt að aukast og þarna eykst mikilvægi rannsókna stöðugt. Við stöndum í íslensku skógrækt á tímamótum, ekki bara af því að við stöndum frammi fyrir þessu margum rædda hlýnandi veðurfari, heldur stöndum við líka frammi fyrir því að það er vaxin upp skógarauðlind. Við horfum allt í inn á skóginn og við erum kannski ekki alveg vissum og við kunnum kannski ekki alveg að fara með. Þetta er alveg eðlilegt. Það hefur alveg verið sýnt fram á að þær þjóðir sem hefur tekist jafn vel okkur að eyða auðlindum sínum á einu öðru sviði, að á ótrúlega skömmum tíma þá glatast þekking á því hvernig við eigum að nýta auðlindina. Vissulega að þá horfum við til nágrannaríkjanna. Við erum náttúrulega heppin með það að við erum með skógaríki sem við höfum mjög gott samstarf við. En öflugar rannsóknir á umhirðu skóga, á viðargæðum, á nýtingunni, byggðar á íslenskum aðstæðum, verða hins vegar mikilvægar. Þarna erum við á byrjunarreit og þarna liggja mörg og skemmtileg tækifæri framundan. Svona það sem ég hef minnst á hérna og þessi listi náttúrulega engan veginn tæmandi hefur svona kannski snúist einkum að Íslandi og íslenskum aðstæðum, það er að segja þörfum íslenska skógargeirans. En skógur er ekki bara tré og Ísland er ekki bara eyland. Og þetta er sem sagt forsíðan af því sem hann Jónas veifaði hérna áðan. Og á síðasta ári þá samþykktu skógamálaráðherrar norrænu landana vegvísi eða roadmap norrænt skógasamstarf til næstu ára. Þar er lögð áhersla á þau tækifæri sem felast í skógrækt. Þegar kemur að þeim mikilvægu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. Við erum sem sagt að það er lögð áhersla á það að í skóginum að þá erum við með hluta af svarinu. Við erum ekki með svarið, við erum ekki með eina allsherjarlausn, en hluti af lausninni liggur í skóginum. Í heimi hlýnandi loftslags þá eru rannsóknir á vistfræði og þeirri vistkerfisþjónustu líkt og kolefnisbindingu, miðlun vatns og fleira sem skógurinn veitir. Þetta eru sífellt mikilvægari rannsóknir. Landskógaúttektin sem Arnór mun segja okkur frá og Aðalsteinn minntist á hérna áðan, hún safnar heilmiklu magni af upplýsingum, meðal annars vöxt og kolefnisbindingu. Og þau gögn nýtast ekki bara sem tölur inn í kolefnisbókhald fyrir stjórnvöld, heldur geta þetta orðið grunnur af mjög fjölbreyttum rannsóknarverkefnum íslenska skóga, bæði nú og í framtíðinni.
Þarna má til dæmis nefna rannsóknir á kolefni í jarðvegi og öðrum gróðri heldur en trjám og hvaða áhrif þetta hefur. Þarna safnast fyrir mikið á gögnum og virkilega spennandi tækifæri í rannsóknum. Íslensk skógarúttekt sem á önnur rannsóknarverkefni að þau munu njóta góðs af þeirri öru framþróun sem á sér stað í notkun landupplýsingagagna og Björn Traustason af Stephensen-ættinni mun segja okkur frá hérna eftir. Hlýnun jarðar er ein mesta vá sem að mannkyni stendur frammi fyrir. Það er ekkert alternative fakt, það er bara nokkuð ljóst. Og það er ljóst að til þess að stemma við aukinni hlýnun þá er þörf á víðtækum aðgerðum á mörgum sviðum. Skógrækt er augljóslega ein af þeim aðgerðum sem við verðum að nýta. Ekki eingöngu vegna hæfileika trjánna til að binda kolefni. Heldur þarf einnig að vinna ötulega rannsóknum og þróunarvinnu við nýtingu auðlindarinnar, full nýtana, ekki síst til að draga úr notkun jarðefnaeldsneyta. Þær rannsóknir eru þegar hafnar og líkt og Ólafur Eggertsson segir okkur frá hér á eftir og þið hafið séð líka hérna á spjöldum. Og Ólafur stýrði þess norrænu verkefni viðarlífmassa í norrænu skógum. Þarna er aftur fjölmörg tækifæri. Þetta eru spennandi tímar og við munum vonandi geta sinnt þeim og þeir verða fyrirferðarmikil í íslensku skógarannsóknum í framtíðinni. Eins og þið heyrið þá býður vísindamanna í skógrækt fjölmörg spennandi verkefni og það er ekkert útlit fyrir að þörfin fyrir rannsóknir minnki eitthvað eða dragist saman. Fyrir okkur skógræktar áhuga fólk að þá er arðsemi skógræktar augljós. En það samt ekki allir sem að hafa sér ljósið og ennþá ekki allir kannski sem er búin að sjá það. Og Þorbergur Hjalti, hann segir okkur frá 200 ára deilu skógfræði og hagfræði arðbærni skógræktar. Peningar eru einmitt eina stoð rannsóknina og kannski sú stoð sem er leiðilegast að tala Í dag kemur fjármagn til rannsókna úr 3 áttum. Sú stærsta er ríkisframlagið og síðan eru við með innlenda og erlenda styrki sem oftast nær koma úr rannsóknarsjóðum. En þó er eitthvað farið að bera á styrkjum frá einstaklingum og góðum gjöfum. Ótvíræður galli til þess að rannsóknarstyrkjum er það að þeir eru yfirleitt til frekar fárra ára til 3 ára. Og lífveran tré lifir talsvert lengur og þess vegna getur þetta setur út okkur svolítið skorður. Á fundi umhverfisráðherra með framkvæmdaráði skógræktarinnar núna í vikunni að þá kom einmitt fram vilji hennar til þess að stuðla frekari fjárfestingum fyrirtæki skógrækt með það þá í huga nýta sér kolefnisbindinguna. Þetta er vissulega þarft og gott en það dregur hins vegar ekki úr þeirri staðreynd að ef við ætlum að nýta skógrækt kolefnisbindingar af einhverja alvöru og þannig að það skiptir einhverju verulegu máli þá er brýn þörf fyrir ríkisvaldið að bæta við fjármagni og hluti þess verður að renna til rannsókna. Mér langar ótrúlega mikið að segja að þetta sé líka mynd af Björni Traustasyni. En ef einhver stoðin af þessum 3 getur haldið jafnvægi upp á eigin spýtur, að þá er það áhugastoðin. Á síðustu 50 árum þá hafa sérfræðingar Mógilsar verið í fararbroddi rannsókna á íslenskum skógum og stuðla þannig að þeim árangri sem náðst hefur í skógrækt hér á landi. Og það er ekki síst og stundum nær eingöngu fyrir tilstuðlan ódrepandi áhuga þeirra sem þar hafa starfað. Við erum einstaklega heppin með mannauð og það er mikilvægt að viðhalda á efli. Og í því skyni að það var mikilvægt að Mógilsá tæki áfram virkan þátt í skógfræðimenntun hér á landi, eins og hún gerir nú í samvinnu við Landbúnaðarháskólann. Við erum einnig í góðri samvinnu bæði innlendis og erlendis. Aðrar stofnanir til þess hér heima eru Landgræðslan, Landbúnaðarháskólinn, Náttúrufræðistofnun, Háskólarnir á Akureyri og Háskóli Íslands, nokkrar sem nefndar. Og slíka samvinnu það viljum við efla og styrkja og við viljum byggja hana á gagnkvæmu trausti, virðingu og forvitni. Því forvitnin er jú undirstaða alls í þessum. Við erum nefnilega öll í sama liði.
Við viljum öll betri stað fyrir börn okkar og barnabörn. Í þau 50 ár sem að skógræktarrannsóknir hafa verið stundaðar á Mógilsá með það að markmið að bæta líf okkar og afkomenda. Núna setjum við stefnun á næstu 50 ár og að fyrir tilstuðlan öflugra rannsókna verði byggð upp gjöful sjálfbær skógarauðlind, landi og þjóð til framdráttar. Takk.